Þá það 6. dagskrárliður, Hálönd, umsókn heimild til deiliskipulags. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér erindi dagsett 24. mars síðastliðinn þar sem Sigurður Sigurðsson fyrir hönd SS Byggis EHF sækir heimild til að deiluskipuleggja lóðir í landi Hálanda. Skipulagslýsing var auglýst þann 10. maí 2017. Innkomnum ábendingum var vísað í vinnslu deiluskipulagsins. Tillaga að deiluskipulagi er unnin af Halldóri Jóhannssyni hjá Teign ráðgjöf og hönnun. Drög að deiluskipulagi voru kynnt og óskað eftir umsögnum í samræmi við 4. málsgrein 40. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. 7 ábendingar og umsagnir bárust auk einnar sem barst eftir athugasemdafresti lauk. Svör skipulagsráðs við athugasemdum við kynningartillögu í skjalinu athugasemdir og svör. Skipulagsráð samþykkir að lóð fyrir hótel verði tekin út úr tillögunni þar sem hótellóð samræmist ekki aðalskipulagi Akureyrar 2018-2030 sem í staðfestingu og að skipulagssvæðið verði minnkað sem því nemur. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að tillagan þannig breytt verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Sóli Björk hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla bara að koma hérna upp til þess að ítreka afstöðu mína sem óbreytt og hefur verið það allt kjörtímabilið og í samræmi við afstöðu fyrrverandi bæjarfulltrúa VG og annarra sem hafa komið að málinu frá okkar flokki að það ekki gott að standa svona að þróun þessa svæðis. Það hefði þurft að skipuleggja þetta í heild með heilda framtíðarsýn fyrir allt svæðið, þannig ég ætla að setja hjá við þessa afgreiðslu. Bæjarfulltrúi Sóli Björk hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Sem enginn hefur kvætt sér hljóðs, þess að geta samþykkt vinsælt gefið merki. Það eru 10 sem eru á móti, 1 situr hjá.